Það er hrikalega mikilvægur leikur á morgun. Ertu klár í slaginn? Já, ég er alltaf klár í slaginn og ég held að séu bara allir klárir í slaginn og fullir tilökunar. Það reiknar með því að fá að byrja á morgun? Ég bara er ekki klár á því. Maður býr sig alltaf undir það að spila og hvort sem maður er að koma inn á eða byrja með þá er ég alltaf klár í það. Hvernig metur möguleika Íslands á móti Króatíu? Ég tel það bara að vera mjög góða. Þetta er náttúrulega gríðarlega sterkt lið og stig væri gott en sigur væri enn betri. En eins og ég segi, það er náttúrulega þetta verður erfiðasti leikur hingað til riðlinum og vonandi ná að sína öllum hvað við getum. Þú fara vel yfir Króatana? Já, við erum búin að gera það og svo þekkjum við náttúrulega marga leikmenn og liðin og svoleiðis og þjálfarinn er búin að fara mjög vel yfir þetta hvernig þeir spila og ég tel að við vitum þeirra styrkleika og veikleika. Hvernig reiknar með mætti til leiks á morgun? Við eða þeir? Þeir? Þeir náttúrulega, það er erfitt að segja. Þeir verða örugglega aggressífir í byrjun og það getur pressað svolítið á okkur, þannig að við erum öllu búnir og við erum alltaf með frábæra miðjumenn og við erum að stoppa þá og frábæra, þeir eru með bara frábæra leikmenn út allt og alla stöður og við erum alveg 100% klárir. Þeir af framherjum liðsins meiddir þú væntanlega spyr sjálf að því hvað þú þarft að gera ef þú fara ekki að byrja á morgun? Já, ég meina þetta er náttúrulega ég meina, þú veist, eina sem ég gert er að spila vel með félagsliðinu mín og nýta sénsina með hér en eins og ég sé á morgun er það gríðarlega sterkur liði og það geti vel verið bara þjálfarnir stillir sem alltaf upp eftir því hvaða lið er líklegast til að vinna leikinn og ná í úrslit, þannig að ég þarf bara að vona það besta fyrir mig en ég verð alltaf klár í hvað sem það býðst.